Sko, eyða ótta, og það ætla ég að reyna að gera með því að koma með eitthvað dæmi lausn, og ég þarf að vinna með glærurnar þannig að ég get ekki haft þetta í sýningarham, og við byrjum hérna. Sem sagt, fjármálin sem tekjur pluss útgjöld. Þetta var mín leið og núna er komin hjónaskilnaður. Og ég er atvinnulaus, ómenntaður, öll vinna sem mér stóð til boða var mjög lág launuð og þannig að ég fann ekki leið til þess að það er ég sem sko fer út af heimilinu, þannig að ég sem þarf að finna mér heimili, leigi eitthvað staðar, ég þarf að borga leigu og ég þarf að borga meðlaugin og ég þarf að geta lifað, og ég fann enga leið þar sem þetta fór allt saman. Þannig að ég til að byrja með bara í bílskúrnum hjá mömmu og pappa, meðlaugin eru bara að fara í vanskil og engin peningur sko. Ég sótti ekki atvinnuleysisbætur eða neitt svona, mér fannst ég ekki geta gert það, það væri einhvern veginn eins og að skömmin var mikil, þannig að ég var eiginlega ekki með neitt. En svo sem sagt finn ég vinnu sem leiðbeinandi í grunnskóla út á landi og flyt þangað og þá er sem sagt komið staða þar sem ég sagði að reyna að finna lausn á, og ég byrja á því að hugsa nú svona, bara horfa á þetta sem tekjur og útgjöld. Þetta er staðan eins og hún var. Ég er með sem sagt einhver laun og þau eru þetta appelsínugula og þessi hluti, þessi græni hluti fer í húsaleigu, svo þarf ég að borga 3 meðlög og þá eru bara launin búin. Og reynda var þetta þannig að útgjöldin voru aðeins meiri heldur en tekjurnar, þannig að sveitarfélagið borga mér launin, sveitarfélagið leigði mér íbúðina, þannig að þeir byrjaði að taka húsaleiguna af laununum og svo þurfa þeir að taka meðlögin af, þannig að það vantaði alltaf eitthvað 3.000 skall upp að það gætu borga mér eitthvað út. Og þá segjum við bara að það er eitthvað sem gerist við hjónaskilnaðinn. Ég hugsaði sko bara, heyrðu Garðar, nú ertu bara einn. Þetta er þín staða og nú þarf þú að fást þetta og nú getur ekki kennt neinum öðrum Það er bara, nú er þetta undir þér komið hvort þú ráðir við þetta eða ekki. Og þá horfi ég bara á, ok, ég er í þeirri stöðu að ég er að fara að borga meðlög næstu árin og ég þarf að eiga heimili. Þannig ég ætla að leggja aðaláherslu á það að standa undir útgjöldum frá mánuði til mánaðar. Þannig í rauninni það ákveð ég bara að taka gömlu vanskilin og geyma þau. Og nú er ég að reyna að hreyfa þau, það er ekkert víst að segja hægt. Og þetta er nú samt undir því komið, ég geti unnið eitthvað með glærurnar. Og ég ætla bara að reyna að standa við meðlögin og reyna að borga sem sagt, upp vanskila meðlögin, eiga fyrir mat og húsaleigu og sjá hvernig við gengum með það. Þannig ég fer að skoða þetta, ok, ég gerði fjárhagsáætlun sem miðaði við það að mér tækist að borga upp vanskilin og að sjá, ég vil geta hreftið að það kemur þetta á 3 árum. Þannig að ég bæti 3 meðlögum við mánaðarlegu greiðslubyrði mína. Svona. Fjármálur sem tekjur pluss útgjöld. Ég er með þetta mikið í tekjur, en útgjöldin eru hærri af því ég ætla mér að vera í skilum með meðlögin. Þannig ég þarf að borga áfallandi meðlög og ég þarf að borga 3 meðlög á mánuði, þá kemst ég út úr þessu á 3 árum. Og þá getum við að fara að skoða eitthvað annað. En til þess að þetta gangi upp, þannig að ég sé með næga tekjur til þess að þetta gangi upp, þá þarf ég að bæta við mig vinnutíma.
Þannig ég bæti við mig hérna vinnutíma, og ég bæti við mig hérna vinnutíma, og ég bæti við mig hérna vinnutíma. Og koma svo. Og ég ætla nú að stróka þetta út. Það er ekki hægt. Það skiptir ekki máli. Og hérna, og þá sé ég þetta. Og ég fann aukavinnu og svo bara byrja ég að vinna. Og af því að þörfin sem að knýr mig áfram að koma fjármálum í lag. Þetta er mín ábyrgð, ég skal hafa þetta í lagi. Þetta er eitt af því sem að fylgdi hérna tilfinningum sem kom til hjónaskilnaðum. Ég tek hann einhverja ábyrgð, ég skal koma sér í lag, sama hvað það kostar. Og þetta er það sem ég kunni, fjármálum sem tekið mínu útgjöld, og þannig að þetta er þá niðurstaðan af lausninni. En mér leið ekki vel. Það var eitthvað sem var að trufla mig. Og það tók mig svolítið langan tíma að átta mig á því hvað það var. En svo sem sagt kemst ég að því að það sem var var að ég var með þörf að vera góður pabbi. Og staðan sem ég var búin að búa til var engin tími. Það er engin tími fyrir börnin. Ég er langt í burtu, þau í Reykjavík, eða samt að geta tekið á móti þegar þau koma, eða finna tíma til að fara á suður og vera með þeim. Og þannig að þetta var ekki að gera sig. Ég var að standa undir mér kannski fjárhagslega, en ekki sem manneskja eða ekki sem pabbi. Þannig að þegar ég fór að skoða að þessi lausn var ekki að gera, þannig að ég bara gefst upp. Ok, ég bara skil þessu öllu saman aftur. Hvernig sem ég fer að því? Þetta er nú bara ekki skemmtilegt. Prófum aftur. Já. Ég tek bara meðlaun og ég skila þeim. Ég skila þessu vinnutíma hérna. Svona. Þetta þarf nú að taka tíma. Svona. Vinnutími og vinnutími. Við séum, ok, ég get borgað það, en það er þessi þörf hérna, að vera góður pabbi sem ég þarf að leysa, eitthvað meir. Og það bara gerist ekki með fjármálinn sem tekið mínu útgjöld. En það var til önnur formúla sem hét fjármál er sama sem tilfinningar og samskipti. Ok, get ég fundið einhverja lausn með samskiptum þar sem að ég uppfylli þessa þörf að vera góður pabbi og ég uppfylli þörfina að vera í skilum. Þannig ég fer og tala við innheimtustofnun sveitarfélaga. Málið var að ég vildi aldrei tala við neitt, ég vildi bara borga og þurfi ekki að tala við neitt. En ég fer og tala við innheimtustofnun sveitarfélaga og spyrði á að því hvort það sé eitthvað hægt að gera. Á þessum tíma var ekki internet og eitthvað, þannig ég þurfti að fara og tala við þá. Og þá segjast þeir vera með úrræði sem er þannig að ég þurfa að sanna fjármálavanda. Og ef mér takist að sanna fjármálavandan, þá get ég gert þeim tilboð. Og ég teikna bara upp á blað, þessa stöðu, þetta eru launin mín, þetta eru útgjöldin mín og ég fæ útborga 0. Já, þá ertu búin að sanna fjármálavanda, þannig að gerða okkur tilboð. Og ég segi, ef ég á að vera alveg heiðarlegur, þá þarf ég mat, ég þarf pening fyrir mat. Og þannig að, ef ég geti sleppt í að borga vanskilin, ef ég geti sleppt í að borga, koma hérna, þetta er alveg ekki, þetta er ekki að gera sig, Æja. Ég ætla aðeins að leika með þetta á því ég gefst upp. Færa mig eða bara. Ég er að reyna að taka eitt meðlag hérna. Færa það bara inn í vanskilin. Ég er að taka annað meðlag hérna og færa það inn í vanskilin. Og með því að gera það, þá er þessi peningur hérna, þá er hann svona, eða ekki?
Gulur? Nei. Hérna? Nei. Jæja. Þessi peningur og þessi peningur er afgangs. Formfylling. Svona. Já. Þá er þessi peningur sko afgangs. Já. Svona. Skemmtilegt. Þannig að hérna, ég ætla að borga eitt meðlag og ég ætla að borga húsaleguna og þá ég fyrir franskbrauðið hérna. Og þetta er samningurinn sem ég geri. Ég er í skilum með því að borga eitt meðlag. Hinn meðlagin fara inn í vanskilapakkan og hann er að stækka vissulega á meðan. En þá segja þér, nú þarf þú að standa við þessi meðlag hérna í 3 ár. Ég ætlaði að standa við 6 meðlag í 3 ár, en núna segja þér starta við 1 meðlag í 3 ár. Og ef þér tekst það, missir aldrei úr 1 mánuð, þá ertu búin að uppfylla skilyrði þar sem þú getur sótt að þessi meðlag hérna verði felld niður. Sem þýðir það að ef þú ert í svipari stöðu aðþrengdur eftir 3 ár, þá verður svo umsókn samþykkt. Ef þú ert allt í einu komið með 8 milljón krónur í tekjur á mánuði og hérna eitthvað, þá munum við láta þig borga. Þú veist, þannig við erum að gefa þig tækifæri til þess að vaxa og auka tekjurnar og byrja svo að borga allt eða að hluta, eða þá að ef þú ert ennþá í sömu stöðu, þá fellum við þetta niður. Þannig að 3 árum seinna, þá er þetta bara horfið. Og hérna, og er ekki bara gaman að eyða þessu. Einni umsókn á hverna vanskilinu og ég var bara að borga 1 meðlag. Þannig að með hérna þessari formúli hér, þá skoða tilfinningarnar, skoða þörfina sem eru bakvið, eiga við það samskipti, þá allt í einu er ég komin í stöðu þar sem að ég er að borga 1 meðlag og hérna þessu 1 meðlag á pening eftir fyrir mat og fullt af tíma eftir fyrir börnin. Hvernig lítið ykkur á það? Tími sem ég ætlaði að vera að nota í vinnu. Ok, en hvað gerist ef ég tek hluta hérna? Bæti við með smá vinnutíma? Já, þá getum við kannski fengið okkur pizzu eða farið í ferðalag eða eitthvað. Þannig að að verða góður pabbi, þegar maður fer að hugsa lausnin út frá því, þá er þetta bara allt önnur lausn, en maður kemur ekki auga á hana, nema að vita eftir hvað maður er að sækjast. Þannig að þetta er svolítið mín leið, að mitt hlutverk, að sýna eitthvað svona lausnir, þannig að sjá að þetta er hægt. Það er ekki bara það að maður sé að losna við alla þessa vinnu í 3 ár, heldur fær maður lífið strax. Og þannig þið þurfum bara að fara inn á meðlag.is og sjá hvað er þar að lausnum. En ekki fara og semja neitt núna, vegna þess að þetta er bara eitt dæmi. Við þurfum að horfa á fjármálin í heild og leysa þau í heild. Og þá og svo fyrir við að tala við Innheimtustofnun sveitarfélaga. Ef það eru þannig vanskil. Næja, þetta er sem sagt hægt. Og þannig er þetta alveg hellingur af lausnum. Við skulum skoða eitthvað meira. Ég ætla að setja þetta á stopp hérna.